En held ég tap fyrir IR á heimavelli. Þáttu svolítið basli með það í dag? Já, ég meina, þú veist, ég ætla ekki að taka neitt af IR-ungunum, en við vorum eiginlega bara hauslaus þegar í seinni hálfleik í dag. Bæði sókn og vörn og þá sérstaklega varnarlega. Ég meina, þeir fá galoppiskot út allan völl og eða þá bara tróðstur eða layup, þar sem við erum samskiptin ekki til staðar. Já. Áttu þið í gífurlegum erfiðleikum með að varnarlega fyrir utan þriggja í fyrri hálfleiknum. Svo var einhvern veginn eins og þeir hafa náð að teygja golfið nógu mikið í seinni hálfleiknum til þess að opna allt undir. Já, í rauninni. Ég meina, við vorum að Ígor, ég man ekki hvað hann var með í hálfleik, en hann var með ykkur 17 eða eitthvað og var búinn að setja held ég 4 af 7 eða eitthvað og þeir voru að leita honum vel í seinni hálfleiknum og hann var að koma af alls konar pindánum og svoleiðis. Þeir voru bara klókir að leita líka af mönnum sem voru að setja á skrím. Við vorum bara alls ekki á sömu blessi og tölum ekki saman. Þannig að þeir voru annað komið galvið skoti eða þá leið. 2 tapleikir í röð núna hjá Keflavík í deildinni í fyrsta skipti ég er ekki með tölun á því en það gerist allavega ekki á síðasta tímabili ekki í deildinni svona. Hefur þú áhyggjur af þessu? Ég meina, þetta er náttúrulega bara aðalega hjá okkur. Við þurfum að taka til í kollunum okkur og hætta að benda okkur annan eða dómarana og það gefur okkur ekki neitt. Við getum ekki kontróla hvað aðrir dæma eða hvað eru vondi við okkur eða fasti fyrir eða hvernig sem er. Við þurfum bara að hætta að væla og stíga upp og berja eitthvað saman og spila golf. Leikar heima í næstu umferð sem er núna 3. febrúar. Þið áttu heldur betur í basli með þá inn í Smára. Hvað verður dagskipunin hérna á heimavellamótinu? Já, ég meina þeir náttúrulega vilja hlaupa og það veit það náttúrulega bara allir á Íslandi að þeir hlaupa og við þurfum bara einhvern veginn að reyna að kontróla það og vera skynsamir sóknarlega og enda sóknarlega með góðum skotum. Frábært, takk.